Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum að fara yfir æskuárin. Ég er að fara yfir æskuárin og ég er fæddur 1953. Og þá var nú Hafnarfjörður svolítið öðruvísi bær en hann er í dag og gamli bærinn er nú svona stofnið til kominn en allt fyrir ofan Álfaskeið er óbyggt. Sólvangur er á sínum stað fyrir ofan efri hluta Lækjarins. Kannski fæddist ég þar, ég veit það bara ekki, en ég veit að mörg barna Lilju, móður minnar, fæddust á Hvaleiri þar sem að hún bjó 1953. En ég held samt að ég sé fæddur á Sólvangi en það skiptir engu máli. Ég er allavega hér og tala við þig og okkur öll og kom í þennan heim sem er aðalatriðið. Hvað það að þá hefur Hafnarfjörður breyst mikið og árið 1953 eru götur komnar og lækurinn okkar fallegi kominn og Lækjarskóli. Hvort var búið að byggja við hann þá, veit ég ekki, en jú, líklega var nú búið að byggja við hann þá. En þá var líka alveg ljóst að enginn var til Fjarðargatan og enginn var til Keflavíkurvegurinn. Hann kemur ekki fyrir seinna. Þannig að gríðarlegar breytingar hafa orðið á þessum bæ sem er eðlilegt að fólkinu bara einfaldlega fjölgar. Og það verður talsvert rask í sveitum. Að menn fara úr sveitinni og flykkjast á mölinni svo sagt var og ríkisvaldi reynir að sporna þarna eitthvað við fæti og dælir peningum inn í sveitina og þar verður heilmikil uppbygging auðvitað til að forða því að allir fari nú. Því að hvert land þarf að vera sjálft sér nóg fæði og það hefur nú fengið að sjá mikilvægið á gegnum tíðina. En þá var sem sagt Hafnarfjörður öðruvísi. En 1953 er nú líklega allavega komin gamla bryggja og líklega líka nýja bryggja. Og sennilega báðir hafnargarðarnir, já, báðir hafnargarðarnir eru komnir, bæði Norðurgarðurinn og Suðurgarðurinn. 1953 eru margir bátar gerðir út, tugir bátar gerðir út og allmargir togarar. Bæði sennilega verið eitthvað til þá af sem eldstu kynslóð togara. Sumum hafði verið lagt og lágu þeir út á við stjóra. Vegna þess að líklega að spara hafnargjöldin og líka að hafnaraðstaðan var ekki mjög stór en mjög mikil og annað er nú kannski fáu meira heldur en bara þessum bátum sem kom inn til löndunar og voru afgreiddir frá bryggjunni sem voru bara í drift þá og þá. Þannig að við sjáum að það hefur orðið gríðarleg þróun í bæjarfélagi eins og Hafnarfirði. En það var enginn með ekkert meiri uppgangur þar heldur en bara víða annar staðar í þessu landi. En þar var sem sagt uppgangur. Þess vegna er svo gaman til að mynda að sjá gamlar myndir frá þessum tíma og þaðan eldri, þó ekki sé til annars en að sjá bara hvernig þetta hefur allt saman þróast. Þannig að við sem erum að horfa á mynd frá 1953 af bænum okkar, Hafnarfirði,
erum að horfa á svolítið aðra mynd en við myndum sjá í dag. Það sem voru eyður í byggð í dag allt þakið húsum. Þetta var sem sagt 53, þá var bærinn svona, engin Keflavíkurvegur og engin Fjarðargata. Engvar götur malbikaðar, kannski örfáar ef þó nokkrar steyptar. Þetta allt saman búið að leggja bundnust lilla í dag og heyrðist örugglega hljóður horni og væri ekki svo. En þá var höfn og höfnin sem fyrr heillaði okkur strákana og krakkana og voru við oft á vappi niður við höfn þegar að bátarnir voru að koma inn að kvöldlagi, vertíðarbátarnir og munum við sömu eftir því ljósa dyrðinni út á firðinum í spegilsléttunni þegar bátarnir voru að koma inn einn af öðrum og mörg ljós því svipað leyti út á firði og öllum þessum ljósum fylgdu sem sagt bátar með mikinn eða lítinn afla eftir róður dagsins og þeir voru heilmikill vettvangur okkar seinna eftir 1960, 61, 63 eitthvað svoleiðis og þaðan lengur. Og þá lágu við Nýjubryggju togarar sem hafði verið lagt. Sum okkar munum eftir togaranum Bjarna Riddara sem að ég sagði að væri bara alltaf þarna. Þannig fannst hann aldrei hafa farið neitt og spurði sjálfan sig hvernig rekstur var á þessu skipi. En mér skilst nú að tíma hafi útgerðin þar gengið bara mjög vel. En svo var þessu lagt, skipunum lagt og við sem þekkjum söguna vitum að síldin hafði þar heilmikil áhrif. Síldaræði maður, það vildi enginn missa af því og það snerist allt þessa síld. Í dag segir maður þá geðveiki alla. En þarna á þessum árum, milli 60 og 70, voru sem sagt við á þeim aldri að við strákarnir, margir fylgdustu með þessum bátum og munum eftir ljósunum í myrkrinu sem sáust út á firðinum og allmörg á köflum. Og þessi bátar komu að landi og það var eins og við mannin mælt að oft fórum við borð í þessa báta, þó ekki þekktu við nú alla, bara vegna þess að við vorum strákar í Hafnarfirði sem voru forvitnir og vildum vita ýmislegt og það kom fyrir að við færum niður í lúkar og kokkurinn gef okkur kaffi eða eitthvað og þannig að þetta var allt í boði. Ég hygg nú að þetta sé ekki leyft í dag. Svo fyrir utan það að í raun og veru eru þessar hafnir svona uppundið það að vera lokaðar og eins og við vorum að segja þá áttum við það til að fara borð í þessa báta og fengum oft hjá kokkinum kaffi eða eitthvað svona þegar við fórum niður í lúkarinn. Það var nú reyndar ekkert alltaf og heldur ekkert alltaf við værum að fara borð en við gerðum það oft. Hvers vegna var hægt að gera þessa togar út eins og við vorum að tala á það að þá var nú bara þessi síldargræðgi sem glyfti allt. Það verður nú bara að segja þetta eins og er og mönnum einhvern veginn raus hugur við að gera eitthvað annað en að stússast í kringum síldina. Og svo var það auðvitað, allavega maí nú hérna alltaf í gangi en búið að leggja apríl og ágúst. Þeir voru teknir úr drift og bara lagt þarna við Nýjubryggjuna fyrir framan
Bjarnar Riddara og eða utan á honum. Þetta svona æskumyndin sem maður hefur frá Hafnarfjarðarhöfn. Og svo þessi glæsileiki á stilltum vetrarkvöldum eftir áramótin þegar vertíðin var í gangi, þegar þessir bátar voru að koma inn. Það var svolítið magnað að geta fylgst með þeim og sé þessa ljósdepla, já bara talsvert áður en hérna bátarnir komu. Þetta svona minnisstætt og í þessu tókum við þátt og stundum og kannski alloft kom maður heim með sitt ísusporðin í sitt hvori hendi sem að sjómaður sem stóð á vörubílspalli rétti manni, ekki nema þó maður bæði það. Og það var sjálfsagt að gefa í soðið. Það hérna bara þá að gefa í soðið. Það var alveg sjálfsagt. En þetta ekki lengur í dag og nú líklega kært fyrir þjófnað ef að menn gerðu þetta. Já, ég segi svona. Ekki svo að skilja að sjómenn flæki sér ekki í soðið en þó að taki sér fisk í soðið. En ég held að heyri til algjöra undantekninga ef að svona henni venjulegi Hafnfirðingur, segjum það, fær í soðið án þess að kaupa í soðið. Svo fyrir utan það að þá þessi hugsun ekkert lengur uppi. En nú var það sannarlega á þeim tíma. Þannig að þessi, þó ekki sé að nú aldraður þannig séð, orðinn roskinn kannski, mann heldur betur tímana tvenna úr okkar ágæta bæjarfélagi sem Hafnarfjörður heitir. Eins og vorum að tala í upphafi 1953. Það var svolítið annar lag á þessum bæ. En þó verður það að segja, eins og að mikið af þessum bæ, gamla bæ, fyrsta bæ, hefur haldið svona undir upprunalegu útliti. En þó ekki alveg vegna þess að á þessum árum þá var nú fátt tré, þó til, en í einstaka garði voru tré, en þau eru orðin margfalt fleiri í dag og út allt. En þau voru ekki út allt, það fullyrði ég á þeim tíma, en sáust í svona í grennd við heimili mitt, Kóngsgerði. Það tilheyrði næsta húsi bara margra metra há tré sem gnæfðu þarna yfir allt valla í kringu. En það var eiginlega, það voru náttúrulega eitthvað hríslur þarna líka, en allir þessi tré hafa nú ekki bara verið þau stærstu þarna í kring. En þau eru orðin aðeins fleiri í dag vegna þess að trjágróður tók vaxtarkipp. Ég veit nú ekki af hverju það var, kannski fannst mönnum þetta fallegt að vera með tré í garðinum og það getur vel verið að það sé, en auðvitað þetta bara smekkur og hann misjafn. En svo fór þetta nú allt saman að þróast og vaxa en æskumyndin mín, hún Malargatan. Menn byrja ekkert að fara út í þessa framkvæmdir fyrir á 9. áratug seinustu aldar gæti ég trúa. Og þær framkvæmdir, þær hefjast með því móti að bærinn mikið til grafinn upp, gamli bærinn, og það eru skipt allar lagnir í götunum og þá að vera að grafa skurði fyrir hitaveitu og svona og það allt saman komst á legg og þá var götunum mörgum og kannski flestum breytt með það í huga að leggja bundið slitlag á þær. Þannig að það þurfti að gera hellingaverkum vegna þess að undir var náttúrulega bara gömul rör og það var alveg ljóst að það þyrfti að endurnýja þau og það var ráðist í að endurnýja þessi efni vegna þess að tilstóð að hitaveituvæða
Hafnarfjörð og það var gert og það var mikill munur þegar það kom og eftir þessu mannmaður alveg. Ég nú orðinn svo gamall að ég man nú til að mynda eftir kolakyndingu heima í Kóngsgerði þegar við komum þangað 1960. Þá var kolakynding í kjallaranum og í enda þegar það svo gekkst inn í kjallarann þar var svona smá skot til hægri og þar voru manni kolapokar sem að voru síðan notaðir til þess að kynda ofninn fyrir hitan. Ég man ekki alveg hvernig þetta var gert en það lenti náttúrulega ekkert á okkur krökkunum að moka þessum kolum því að við vorum það ung þegar við komum þarna. Þannig það var ekki, ég sjálfsagt hafa eldri systkini mín lent í því einhvern tímann eða pabbi auðvitað náttúrulega og mamma kannski líka. En svo kom olíukyndingin, olíufýringin eins og sagt var og það var svona manni fannst það nú svolítið munur því að þá hafði maður svona meiri aðgang að heitu vatni. Þetta var náttúrulega bara í tanki og ef maður passaði ekki heita vatni þá vildi það bara tæmast og vera bara kalt því að það þurfti að hita þetta allt saman upp en þetta hvarf allt saman með hitaveitunni þegar hún kom því hún bara heit. Þannig þú getur fengið eins mikið að heitu vatni og þú vilt en þannig var það ekki þegar það þurfti að hita þetta og þannig það heldur ekki þar sem þarf að hita upp vatnið. Þannig að menn geta þurft að spara heita vatnið. Það aftur á móti lærðist þegar maður var á bátunum í gamla daga og til sjós að þá voru kannski 12 manns borð og allir vildu fara í bað á svipuðum tíma og þurftu að fara í landið eitthvað svoleiðis og þá lærði maður það að spara vatnið og vistu það að ég ennþá á þessum stað að ég noti ekki meira heitt vatn en ég þarf þó ég viti það að heita vatni sé yfirrið nóg fyrir alla sem vildu fara hvenær sem þeir vilja fara en þá var þetta einhvern veginn svo greypt í manni og maður ennþá að spara þetta ágæta heita vatn og það allt í lagi að spara þess að maður geta brauðla allt með allt. En við höfnina í Hafnarfirði semst á þessum árum 60 og 2, 3, 4, 5 eitthvað svoleið þá var þessi vertíðarstemming ennþá í Hafnarfirði. Þetta allt saman að mestu leyti búið og þetta allt saman komið það sem þetta litla sem yfir á Suðurhöfnina. Þannig að almenningur ekkert mikið að fara niður á bryggju til þess að svona bara skoða og fá fréttir það hvernig hafi nú aflast þá og þá hjá bátum. En það var gert á þessum árum. Og við krakkarnir eins og við vorum að tala gerðum þetta og við vorum ekki bara börn sem vorum þar, það var fullt af fólki, fullorðnum mönnum, sjómönnum sem voru kannski orðnir aldraðir og voru þarna á vappi og tala við sína gömlu skipsfélaga eins og gengur og fá eins og við vorum að tala fréttir af aflabrögðum og slíku. En þetta var svona í Hafnarfirði á mínum æsku árum. Þá var til að mynda gamli garður, ekki svona svakalega lúinn eins og hann í dag og hann var bara í allri sinni lengd, stóð þarna frá landi og út í fjörðinn nokkra metra í þeim metrum sem hann var byggður í og hann hallaðist á sínum stað. Það gerðist nú fljótt eftir að hann var byggður þessi garður að þá seig hann að framan og allavega var bara þannig og hann var reyndi eitthvað að gera eitthvað til þess að hann sígi ekki meira en ég held hann hafi alltaf sígið þessi garður þarna á þessum stað. En hann var að gera sitt gagn, hann var þarna til þess að verja báta og skip fyrir öldunni og hann gerði það ábyggilega miklu leyti því að hafnaraðstaðan
í vissum áttum, hún gat verið mjög erfið í Hafnarfirði og það til margar sögur af því að skip hafi orðið að yfirgefa höfnina ef að brældi. Og til sögur líka það að oft hafi nú bara hreinlega staðið tæft að þetta næðist. Og þeir héldu þó sjó þarna út á firðinum og komu svo bara inn þegar að fært var. Þannig við sjáum að þessi garður sem þarna og við sjáum í endan á enn þann dag í dag hefur verið að gera alveg mikla byltingu. Og þetta nú það umhverfi sem að ég elst upp við og þetta það umhverfi sem að maður kvöldin löng kom til bara til þess að sjá bátana koma og sjá kallana vinna sín störf í löndun og fá fisk hjá ef úti það var farið. Það var nokkið alltaf sem að baðum það en það kom oft fyrir. Maður þekkti alla þessa báta. Og sumum af hljóðinu sem að maður heyrði heim til sín í logninu á kvöldin. Mér sérstaklega minnistætt eitt skip sem hét Reykjanes og fyrsta eldborgin sem kom í kringu 60, stálskip. Það heldist svo hátt í vélinni að eiginlega maður vissi alltaf þegar að Reykjanesi var að koma inn og Arendsera í höfninni þar að segja þegar lognið var úti og þá bergmálaði bara í vélinni allt og byggilega heyrst allan Hafnarfjörð þegar Reykjanesi var að koma eða hvort menn kveiktu á þessu nafni annað mál. En ég gerði það og þekkti það alveg leið og að hún byrjaði eða skipstjórinn byrjaði að gefa í og bakka og allt þetta. Man nú reyndar ekki eftir öðru skipi sem að þannig birtist manni en allavega Reykjanesið sem að við vitum mörg að fyrsta eldborgin. Eldborg GQ13 sem að sennilega eitt frægasta síldarskip sem að til Nú eldborgin horfin af sjónarsviðinu. Ég veit ekki hvort það heiti eitthvað skip í dag Eldborg. En ef svo að þá það nokkuð víst að hún tengist með engum hætti þeirri útgerð sem fékk þetta skip árið 1960 og svo 4 skip eftir það þangað til síðasta Eldborg seld austur til Eskifjarðar og fær þar nafnið Hólmaborg og svo nafnið Jón Kjartansson. Ég reyndar þó ekki alveg að fara með það. Ég held að sé búið að selja þá Eldborg en allavega hún var til mjög lengi. Svona breytist þetta nú allt og svona eyðist allt og svona þarf að endurnýja allt og það hefur verið gert. En skipastóllinn í Hafnarfirði 53 og fram yfir 60 og fram yfir 70 tugir báta. Allmargir togarar. En núna eru allir bátar farnir úr firðinum og þeir sem eftir þetta allt saman smábátar. Og þeir landa við Suðurhöfnina, þar sem að aðalbryggjan var þegar ég og þú og fleiri varum krakkar. Þar eru miklar byggingar í dag sem að fólk býr í og allt í lagi með það, en það ekkert sem minnir á fyrri tíð þar. Það þarna ennþá stálþil sem að mjög segir að þarna var eitthvað tíma bryggja, en sagan á bakvið það ekki sögð nema ég og þú segjum hana. Og ef við segjum hana ekki þá gleymist þetta allt saman
Þannig bara það þegar búið að breyta svona mikið landslaginu að þá bara einhvern veginn verður það sem við segjum að hafa alltaf verið. En það hægt að fullyrða það að árið 1953 þá var annað upp á teningnum á þessu svæði. Þess vegna líka erum við að segja okkar sögu. Við erum ekki bara að segja frá því, þó það sé svona í grunninn gert, þá drögum við líka upp myndina sem var, bara í umhverfinu okkar. Og þá kemur margt í ljós, til að mynda það að í Vesturbænum í Hafnarfirði var fátt trjáa og svona í minningunni aðeins einn garður í kringum Kóngsgerði sem hafði þessi stóru tré, en þau voru nú nokkuð veglega reyndar, ég verð nú viðurkenna það. En annars staðar ekki. Þessi hugsun, hún var bara ekkert uppi að vera með tré. Og það var til að mynda á lóðinni á Hellisgötunni, trjáríslur. Mér fannst þau aldrei stækka neitt. Ég held að það hafi bara verið jafn stór þegar við fórum eins og þegar við komum, samt byggum við þarna í 16 ár. Kannski tók maður ekki eftir því að þau yxu, en það var allavega, mér fannst þau ekki vaxa hratt. Þarna voru tré sem gáfu af sér, eitt tré sem gaf af sér rifsber, heitir það ekki, rifsber, rauðberin. En svo var annað tré sem óx beint upp í loftið og mér fannst það aldrei stækka neitt. Og þau bæði reyndar, mér fannst alltaf vera eins. En rifsberjatréð, það gaf alltaf af sér sín rifsber og stundum týndi maður af þeim svona fyrir sjálfan sig, en þetta var ekkert nýtt neitt, ekkert annað, meira heldur en þetta. Þar undir við þessi tré voru nokkrir rabarbarar og þeir náttúrulega komu upp bara eins og rabarbari gerir og það var eins með þess að ágætu rabarbara. Ég man aldrei eftir því að þeir hafi verið nýttir neitt, þeir bara voru þarna og uxu á sínum stað og svo bara duttu þeir sjálfa sig þegar fóru að hausta. Ekki nema bara við krakkarnir kannski tókum einn rabarbara og átum hann gallsúran bara beint á stút eins og sagt en annað man ég nú ekki eftir. En þetta var samt nýtt víða í bænum en ekki kannski hjá okkur. Það var víða til rabarbar í Gorðum og rófuræktinn maður. Það var nú þarna í nágrenni okkar var rófugarður og við áttum það til svona þegar að fóru að rökkva að ná okkur inn á rófum. Og það var aldrei læðu pokast þegar var verið að gera það og gett sín á engin augu væri í glugga á meðan við vorum að athafna okkur. Yfirleitt held ég að það var nú sloppið, ég held að það var nú aldrei sést til okkar en það hvarf ein og ein róa úr þessum garði. Ætli ég get ekki sagt sömu sögu og margir strákar á mínu reki hafa að segja, ég hugsa það. En þjófnaður auðvitað þjófnaður og þjófnaður á ekki að eiga sér stað hvort sem hjá mér eða þér. Manni fannst maður ekkert vera að stela. Þarna voru bara rófur og stundum langaði okkur rófur og þá fórum við bara og flottum þær. Og þær voru góðar, safaríkar og yndislegar. Rófan góð, hún nú til ennþá, við erum ennþá að nota hana eins og við höfum alltaf gert. Kannski getur mann ekki hráa en soðna. Ábragðast hún vel. Svona var þetta nú í Hafnarfirði, sem hefur tekið gríðarlegum breytingum og eins og við vorum að byrjuðum á að þá töluðum við það að 1953 fyrir geðið, þá var nú bærinn okkar allverulega öðruvísi en hann í dag.
og svo við ítrekkum það og áréttum að þá var þá engin Keflavíkurvegurinn. Sólvangur kominn, hefur hann ekki starfsemi 1953, ég held það. Og Sólvangur þótti gríðarlega mikil bygging og gríðarlega merkileg starfsemi sem þar fór fram og hún Sólvangur ennþá með merkilega starfsemi en sjálfsagt fyrir löngu orðin barn síns tíma. En þetta þótti mjög merkilegt framtak þegar þessu var startað. Ég held ég fari rétt með að það sé 1953. Og eftir það þá fæðast allir Hafnfirðingar á Sólvangi. En þetta var algengt að konur fæddu bara heima á þessum tíma, fyrir þann tíma, en eftir það var held ég mjög fátítt að slíkt gerðist. Þannig allt saman þetta merkt þróun og framförum innan geðsalapa, já, alls nú gætt að tala framfarir og pollurinn á götunni sem við þekktum sem krakkar, hann ekki til staðar lengur en var alvanaleg sjón þegar að rigndi og forar vað og hola við hola á götunum. Svo kom skafarinn okkar og hann fór með sköfuna sína eftir þessum götum og þá hurfu holurnar og þangað til þær komu aftur. Þetta var endalaust verkefni fyrir skafarann að fara göturnar og hann var með kerfi á því að koma alltaf annars leið. Þótti mikið gagn að og það var nú eitt sem að við gerðum þegar við vorum konir með vörubílarna okkar sem við vorum með spotta í sér og að við áttu það til þegar skafarinn kom. Þá eru svona til ruðningar sem komu út í kantana og við fórum og mokuðum á bílarna okkar og drógum þetta eitthvað og sturtuðum þess að þar og einu sinni þá var verið að skafa og við á okkar stað með bílana að moka að veghefillinn stöðvast. Út kemur veghefillstjóri og kemur til okkar og segir strákar, þið megið ekki taka sandinn hérna úr kontónum vegna þess að sandurinn á að fara aftur í veginn. Þannig að við gerðum það ekki oftar. Eins og það hafi skipt ykkur máli að þó færi ykkur nokkur kíló af sandi úr þessum vegi upp í planið og notaði eitthvað annað þar. En þetta var nú það sem manngreiði sagði. Og við náttúrulega stiltir og prúðir strákar og hlýðnir fram úr hófi, bara létum þetta verða okkar síðasta mokstur af sandi þarna. Það var bara tekin ykkur starra náttúrulega. Það margt spaugilegt sem gerist á lífsleiðinni og við, krakkar, vissum bara ekkert allt. Og fannst sjálfsagt að gera þetta svona og svo kom í ljós að einhverjum fannst það bara ekkert sjálfsagt. Hann fór alla leið, hann lét okkur vita þetta og var í raun að banna okkur þetta. Margir minnisstæðir punktar til héðan og þaðan úr ágætum Hafnarfirði. Vesturbæjarinn var okkar svæði og svæðið þó meira okkar sem að teygði sig í hvaða norðurátt, í áttur Hraunsins og suðurátt eða ekki, niður á bryggjuna þar, það var okkar svæði. Upp í Reykjavíkurveg, það var eiginlega, við fórum þangað ekki nema við nauðsynlega þurftum. Þetta var bara svæðið, hringurinn, vestur eftir og niður til Hafnarinnar.
Þar voru við félagarnir á ferð fram og tilbaka og sýndum okkur og sáum aðra. En við segjum þetta gott og við gerum sjálfsagt eitthvað örlítið meira af þessu.